Í Mísósefnina og verður að byrja að spila fyrir með á þjálfaraliðana, fyrir á liði HK, fyrir nummer 2 Hjördís Eiríksdóttir og þjálfari Emil Gunnarsson. Fyrir afturlendingar nummer 3 Helína Kostalova og þjálfari Eduardo Herrero. Þá gerum við dómaraleiksins, aðdómari Strandko Demirev og fórum til aðstoðar Kristján G. Guðmundsson. Þá er það byrjunarliðin, byrjum á liði Stjörnur með HK. Fyrirliðin nummer 2 Hjördís Eiríksdóttir, nummer 3 Margrét Einarsdóttir, nummer 4 Erla Björk Ásgeirsdóttir, nummer 5 Hanna María Friðriksdóttir, nummer 9 Laufey Björk Sigurðsdóttir og nummer 11 Sigríður Gísladóttir. Frelsingin lýkur á nummer 15 Steinunn Helga Björgvinsdóttir. Þá er að byrja við afturlendingar. Nummer 1 Sigdís Lind Sigurðardóttir, nummer 3 fyrirliði Helína Kostalova, nummer 8 Fjóla Röð Svavarsdóttir, nummer 10 Mikaela Derossi, nummer 11 Sarina Filipova og nummer 13 Helena Hansson. Líberóin
búin að hlusta í gegnum þetta? Hvað sé þetta uppið? Ha? Hvað sé þetta uppið? Já. En ekki beint að Þú talar? Ha? Þú talar? Vilt þú tala? Þú. Ég ætla að gera einn. Mér þætti vænt að ef það eitthvað ef þið heyrið eða heyrið ekki í mér að þið myndu geta sett athugasemdir inn á viðburinn á Facebook, viðburð leiksins. En við erum sem sagt að reyna að lýsa leiknum, var beint á YouTube-rás Blagdeildar Aftureldingar og ég bið ykkur velkomin á leikinn. Þeir sem eru að horfa sjá væntanlega staðan 8-7 fyrir HK. Hörkuleikur í gangi. En síðast þegar liðin hittust þá fór leikurinn 3-1 fyrir Aftureldingu. Þær eru að taka forystuna hérna.
Facebook viðburði leiksins. Þá væri gott að þið gætu kommenterað aðeins á það hvort það heyrist í mér, þið sem eru að horfa. Það kom að hörku smass. Og það alltaf byggt að tökur leiklýðstöðunni 11.7 fyrir áfram. Það heyrist í mér, takk Egill. Þá get ég haldið áfram að tala, losnið ekki við mig. En Afturelding var semst að taka leiklýðstöðunni 7.11. Þetta er sem sagt svona nýtt hjá okkur. Við erum með mikrofónina tengdan við myndatökuvélina en ég heyri ekkert í sjálfum mér. Þess vegna var ég nú að talast eftir viðbrögðum. En við höldum þá bara áfram sem frá og horfið. Háka var ennþá í uppgjör. Búin að taka hérna nokkur stig í röð. Sæði tekur á móti og Heili fær nánast alla bolta. Þetta var flott, vel gert. Ennþá betur gert hjá Laufey. Þannig Sæði og hún lauma líka. Leikliðið skilaði sér. Uppgjöfu. Hún fer með langt út fyrir. Aðaldómari í þessum leik er Strafko Dimmunir og Kristján Geir Guðmundsson er aðstoðardómari. Þá er Edda Björk í uppgjöfum, þeir eru komið með 3 smassar í framlínu. Steininn tekur flott móttaka. Þetta er góð vörn. Eitthvað hann var út fyrir og Hjördísi. Áfyrst. Ekki alveg nógu vel með móttaka eftir varnir hérna. Steininn allan tíma með þennan bolta. Þessi var flott. Það minnkar stöðuna í 10-12. Einhver rekistefna er þarna. Hvað er Kristján? Það er einhver athugasemdir við sýnist að vera að reka einhver úr salnum. Það var kannski einhverjir labbað þarna inn og sem eigi ekki að vera þarna. Með sigri í þessu leika þá tyllir Afturelding sér á topp Nýsóknardeildar kvenna. En þar hafa þeir ekki verið í allt haust. Flott uppgjöf hjá Sæi, flott móttaka hjá Hjördísi. Það eru með þetta í hafvörninni. Það er uppspilarasmass. Kemur Hjördís og það var engin bomba. Og það er afturlínan Heili sem smessar. Já, vel gert. Þetta eru flotta varnir hérna, allir á tánum. Blokkin út, vel slegið hjá Hjördísi. Og það er halda forystunni 13-10.
Hjördís komin í uppgjöf og Krissi rétt náð honum. Hún er með léttu bolti yfir, Sigga tekur á móti og Matthildur slær og Fjóla tekur blokkina niður. Það voru vel stiltar í blokkinu þarna, Fjóla og Mikaela. Og Fjóla fer þá í uppgjöf. Fín uppgjöf hjá Fjólu. Já, og Fjóla náði þessu. Og Villi hamrar hann og Sigdís sér undir. Og þá kemur einn hérna afturlínuna. Já, hann fer beint út. Touch, Stæmi Strafkó. Og það minnkar niður í 1 stig, 12-13. Fjóla áfram í uppgjöf. Flott uppgjöf hjá Fjólu, rétt yfir netið. Já, vel vakandi. Og Villi smassar hann. Vel gert hjá Steinunni, flott móttaka. Sturtublokk. Mikaela og Sigdís að skila svo blokkinni vel fram við net. Það eru búin að jafna 13-13. Fjóla áfram í uppgjöfinni. Lauma. Og það er 14-13 fyrir HK. Og það er Sigríður Gísladóttir sem er í uppgjöfinni. Sæði tekur á móti flott móttaka og Sigdís átti. Og það er afturblokk. Sigdís að standa sig vel. Sæði spilar svo flotta framspili og Villi setur hann yfir. Það ná að bjarga þessu. Steinur með flott uppspil og Matthildur smassar. Og nú kemur smass á Heili. Já. Hann lá inni. Og glæsilegt eiginlega óverjandi inni í hornið. Það eru aftur komnar yfir Aftureldingarstúlkur 15-14. Þetta var slæm móttaka og þarna kemur Sigdís með hann aftur, ekki alveg nógu fast. Og Matthildur smassar hann, Sæði tekur á móti. Og kemur Villi og Steinun standa sér vel í vörninni venjuleg. Já, vel gert hjá Laufey. Mikaela náði ekki að stýra þessari móttöku. Laufey komin í uppgjöfina og Sæði missir hana bara upp eftir sig. Og þá eru þær komnar yfir aftur 16-15, HK-stúlkur. Þessi fór nú bara beint út. Villi er komin í uppgjöfina. Villi með fína uppgjöf. Þetta var vel gert. Þá kemur Lauma, Steinun tilbúin í þetta. Og afturlínu smassa á Hjördísi. Hann dæmi net, Kristján dæmi net. Og HK var stíð. Og Matthildur í uppgjöf, hún með góðar uppgjafir. Og Sæna í þessari. Það var flott spil, Steinun vel vakandi þarna.
Þá er Sigdís komin í afturlínuna og í uppgjöf. Sátt að fara rétt yfir en hefði kannski orðið stig að það náði yfir netið. Sigdís áfram í uppgjöf í afturheldingu, staðan núna 18-17 fyrir afturheldingu. Þetta getur farið alla leið, slæm móttaka hjá Steini og Hjördís nær honum og ennþá verið hjá Mikaelu. Þannig að þarna fékk Háká frekar ódýrt stig. Og Hanna var að koma inn í uppgjöfina. Fínu uppgjöf, Sæði tekur á móti og Sæði fær hann og laumar hann. Lauf velvakandi þarna. Og Krissi velvakandi hinum meginn, hún fær hann heil í boltan og hún hamrar hann í blokk og út. Ánægð með þetta. Það var ekki alveg að ná að stýra blokkinni. Þessi lá inni. Valens á línunni þarna meginn alveg ákveðinn. Og Háká fær 19. stigið sitt og staðið 19-19. Staðan er 20-19 fyrir afturheldingu. Sæði komin í uppgjöf. Fín uppgjöf, Sæði, flott móttaka Hjördísi. Já, þetta var glæsileg smassi á Laufi. Gegnum blokkina. Enda bara ein á mótinni. Hjördís komin í uppgjöfina. Það er að jafna leikinn 20-20. Flott móttaka hjá Krissi og Fjóla fær hann. Og hann er úti. Það er flott uppgjöf, góð móttaka hjá Krissi og Vilji fær hann á kantinum og hún laumar hann niður. Flott í hérna móttaka hjá Matthildi. En það er ná að smassa niður á jafnarleikinn 21-21. Fjóla er komin í uppgjöf hjá afturheldingu. Flott uppgjöf, alveg nógu góð móttaka en Matthildur bjargar þessu. Þær taka blokkina og Vilji fær boltan og Steininn á hárréttum stað. Kemur Matthildur og hamrar hann niður, en Fjóla líka réttum stað. Þetta er flott móttaka hérna og Vilji nær að setja hann í blokk og lutta hann niður. Flott varnarvinna á báðum liðum. Staðan 22-21. Fín uppgjöf hjá Fjólu. Fína móttaka og kemur Vilji aftur og hann fór út af sig. Það er svo hár. Og Vilji jafnar fyrir Háká. 22-21. 22-22 segir ég fyrir ekki. Og þá er nú Sigga komin í uppgjöf hjá Háká. Steinum farin út af. Fín uppgjöf hjá Siggu.
Þetta var skrýtin lauma. Já, þetta var blokk og niður. Þetta var erfið fæðing úr þessari sókn. Það var afturhelding komin yfir 23-22. Hjördís tekur á móti og Matthildur hamrar hann. Mikaela nær boltanum og kemur Hailey. Þetta hann að rúlla honum yfir. Það er svo stutt. Og afturhelding jafna fyrir HK. Laufey er komin í uppgjöfuna hjá HK. Þetta var mjög slæm móttaka. Þá er HK komið í mikil stöðu til þess að taka þessa hreinu 24-23. Og þá tekur leiklið að sjálfsögðu. Leiklið 24-23 fyrir HK. Laufey ennþá í uppgjöfunni, staðan 24-23 fyrir HK. Geta tryggt sér sigur í hreinunni með einu stigi viðbót. Og Laufey setur, nú gefur HK afturheldingu stig, þannig að hún setur hann í netið. Það þýðir 24-24. Og Vilji er komin í uppgjöfuna fyrir afturheldingu. Og hann lá í horninu. Þær voru búin að afskrifa hann að bolta. Það held að þessi væri á leiðinni út. En þetta var flott uppgjöf hjá Vilnu, beint í hornið. Og þær eru komnar yfir 25-24 og þá tekur Emil leikhlé. 25-24 fyrir afturheldingu. Vilji er áfram í uppgjöf hjá afturheldingu. Með þessu eina stigi þá geta þær tryggt sér sigurinn í fyrstu hrinnu og vera hörkur hinna. Flott móttaka og hún lokar honum niður. Þetta var vel gert. Þetta var glæsilegt stig. Svona sem að Austurvöllin taka skarið til þess að klára svona sóknir sem hafa verið í vandræðum. Matthildur með flott uppgjörð, sænaður og Hailey hamrar hann niður. Önnur afturhelding komið yfir 26-25 og Sveitís komin í uppgjöfina. Og aftur tekur Emil leikhlé. HK tekur einnig leikhlé 26-24 fyrir afturheldingu. Spurning hvert næsta stig fari.
Nær Afturelding að tryggja sér sigur. Það verður þetta maraþon fína. Fína varnir beggja megnir og þetta var vel gert af Heili, hún reddar þessu þarna. Steinunn uppspilið og blokkinn, það er þessu. Steinunn spilar eftir upp og Hjördís fær blokkinn á móti sér, léttur bolti yfir, nei, rétt náði þessu, þetta ætlaði að sleppa þessu. Flott spil beggja megin og hann kemur langur og út. Og HK tryggir Aftureldingu sigur í fyrstu hrunni. Það verður nú bara að segjast eins og það er. Og það er Afturelding sem tekur niður 1-2-4-2-5, 1-0 vinnur. Þá er það önnur hrina að hefjast. Það er ekki neina breytingar á liðinu sýnist mér. Smá misskilningur þarna milli uppspilar og miðju. Þannig að HK skora fyrsta stig fyrir Aftureldingu í annarri hrinu. Blessaður sæll og velkomin heim, ég er Björn Útsendingu. Hörku smass á Heimi.
Niður í hornið. Fram hjá blokkinni. Flott stig. 2-0 fyrir Aftureldingu. Og mikið er það í uppgjöfinni. Flott uppgjöf. Ótakan slæm, beint út. Fyrir Aftureldingu. Og Háka búinn að skora þessu stig. Vel gert hjá Matthildi, hann reyna á að redda þessu. Flott smass, en Heili blokkar hana. Hörgur smass hjá Matthildi og smassa fast. En Heili náði þessari blokk inn. Staðan er 4-0 fyrir Aftureldingu. Vel gert, en Krissi á hárréttum stað og fær boltann í sig. Og það er ná að halda honum á lífi. Kemur Laufey og það er varið yfir. Og Hjördís sem afturlínusmass. Þetta var ekki fast slag, Hjördís nær þessu. Sæ með þennan allan tíman og kemur Heili og hamrar það. Þetta eru flotta varnir hjá stelpunum. Kemur Heili og þessi kemur eitt fastur og hann er út, blokkin út. Mjög skemmtileg spil, flott spil hjá báðum liðum. Það er gaman að horfa á þetta. Það er 5-0. Og Hálfdán tekur sem fyrsta leikið að 5-0 fyrir Aftureldingu. Það týnast hérna inn áhorfendurnir, ég er að reyna að finna út hvað eru cirka margir. Kannski einhverju svona 20-30 manns. Það er spurning hvað Emil hefur sagt við stelpunar í leikliðinu. Það er fyrir allavega hægt að skora fyrir Aftureldingu og það er alltaf að fá vinna þessar hinu. Þetta var vel gert. Það bara lullaðist á miðjuna. Það er búin að sé í fyrsta stíði sitt. Háká. Laufey fyrir í uppgjöfina. Staðan er 1-5 fyrir Aftureldingu. Og Laufey setur hann í netið. Þær eru duglegar að skora stíginn Hákastúlkurnar nema þær detta bara stíginn detta Aftureldinga megin. Vilji komin uppgjöfina hjá Aftureldingu, staðan er 6-1. Hún setur hann næstuð í netið. Þetta nær að bjarga þessu vel. Flott móttaka og ekki inn að smá misskilningu, ekki alveg tilbúin í þetta. Flott smass hjá Matthildi. Krissi ekki alveg vakandi þarna. Og Matthildi fer svo í uppgjöfina. Staðan er 2-6. Flott uppgjöf, Sæ alveg réttum stað kemur hana og blokk. Sæ nær þessu. Heili fær boltan. Laufey með flotta móttöku. Og Hjördís með frususmass. Sigdís á réttum stað í blokkinni. Það er orðið 7-2. Sigdís er komin í uppgjöf þá. Þetta er uppgjöfin. Hún lítur væntanlega að fá áskrifaðan á sig þarna. 8-2 fyrir Aftureldingu. Hjördís
Hjördís tekur á móti, fær hann aftur og hamrar hann en hann fer út. Sigdís áfram í uppgjöfinni. Fín uppgjöf hjá Sigdísi. Þetta var vel gert hjá Hjördísi. Hann svona ýtir honum í blokkina og bettur hann niður. Og Hanna-María fer í uppgjöfina. Staðan er 3-9 fyrir Aftureldingu. Það var flott uppgjöf, hún náði ásóknarsu. En hún nýtti allan tímann sem hún fékk, held ég. Hanna áfram í uppgjöfinni. Og aftur fær Saga í móttökuna. Núna tekur hún vel á móti. Já, og svo skorar hún. Mikil, eiginlega mistök, varnarmistök hjá HK-stelpunum. Engi vissi hver að taka boltann. Þá vill hann nú oft þetta í gólfið bara. 10-4 og heil í uppgjöf. Flott móttaka hjá Matthildi. Og Hjördís færi hann og hann fer út. Út fyrir hliðarlínu. Hjördís ekki alveg að ná smössunni niður. Þá er skipting hjá HK. Og það er alltaf að vera skipting út af leikmaður Hjördís Eiríksdóttir og innhaldsumur leikmaður númer 12, Lína Inga Guðmundsdóttir. Þannig að Hjördís fer út af og Lína Inga kemur inn á. Það er ein ung í viðbót hjá HK-stúlkum. Ótrúlega efnileg stelpa og flott. Staðan 11-4 fyrir Aftureldingu og heil í uppgjöf. Matthildi tekur á móti, stórkostleg móttaka og Sigga færi hann og hamrar hann niður beint á Eili. Það var flott sóknir, vel gert. Þá er Edda Björk komin í uppgjöfina. Þau eru komnar með 3 smassar í framlínu, HK-stelpur. Fín uppgjöf hjá henni. Flott smass og steinun á réttu stað nær honum. Og 4 þarna. Staðan var 12-5 fyrir Aftureldingu. Þetta er svolítið einstefna, það kemur önnur skipting. Matthildur fer út af. Og fyrir aðra skiptingu út af fyrir leikmaður númer 3, Matthildur Einarsdóttir. Og kemur leikmaður númer 13, Elsa Sæný Valdísdóttir. Þá er Elsa að koma inn, fyrsta skipti í leiknum. Sæi ennþá í uppgjöf. Flott móttaka af Steinunni. Já, hún náði þessu. Já, góð lauma. Hún er svolítið góð í þessu, hún líka eiginlega. Enda hávaxinn. Staðan var í 13-5. Sæi enn í uppgjöf. Léttur bolti yfir. Og þetta var flott undirvinna hjá Krissi. Annar kemur léttur bolti yfir. HK ætti að geta gert eitthvað úr þessu núna. Já. Og Auði smassar hann, flott, en út. Rétt út fyrir hliðarlínu. Það virðist fátt ganga upp hjá HK-stúlku núna. Staðan er 14-5. Emil ætlar bara að nota allar skiptingarnar sína, sýnist mér. Það er slæm móttaka. En Laufey fær boltann. Og hún sætir það langt út. Það er svona einhver misskilningur við Aftureldingu og Lilji var komin langt undir hann. HK fyrir skiptingu
út af leikmann númer 9, Laufey Stefánsdóttir, hún er komið leikmann númer 1, Sara Ósk Stefánsdóttir. Það var að þriðja skiptingin hjá honum. Þetta er nánast Elsa sagði en ég var aldurshöfðing inn á vellinu hjá Háka núna og Steinum. Þannig að þetta eru mjög ungar stúlkur. Frábær reynsla fyrir þær að fá að koma inn og spila í svona leikjum. Og Líney Inga segir bara ás. Glæsileg uppgjöf hjá henni. Hún er áfram í uppgjöfinni, staðan er 7-14. Ég bið stafsökunar á þessu, ég þurfti aðeins að svara í símann. Glæsilega björgun hérna hjá Háka stelpunum, þær eru að selja sér dýrt. Vilji setur boltan þarna í blokkina og niður. Staðan er 16-8 fyrir Aftureldingu, Fjóla er í uppgjöfinni. Mjög ungt lið hjá Háka núna, það er að standa sig rosalega vel. Móttaka fyrir beint yfir. Og Háka fékk stig. Staðan er 16-9, 9-16 réttar sagt. Mistök í sókn hjá Aftureldingu. Og Sigríður Gilsdóttir í uppgjöfinni. Uppgjöf, alveg nógu góð móttaka, svo kemur Vilji og setur hann í blokkina niður. Það er 17-9. Og Mikaela er í uppgjöfinni hjá Aftureldingu þá. Léleg móttaka, þannig að það verður ekki mikið sóknina, þannig að redda léttu bolta yfir. Og nú setur Sigdís hann niður. Nú hitt hún á hann, en það var ekki mikið hreyfileiki í afturlínunni hjá Háka, þannig að hann fór niður. Staðan 18-9 fyrir Aftureldingu og Mikael enn í uppgjöf og þessi, ég held að hann hefði lent út, en það reddaði þessu. Og þessi hefði nú líklega verið úti líka. Og aftur fær Sigdís boltann og aftur skoraði hún. Flott móttaka. Ég vissi ekki hvort hann hefði verið í blokkinu eða netið, en líklega hefur hann verið í blokkinu. Skoraði 20. stigi Aftureldingu 29. Þetta var flott smash hjá henni. Það var Sara Stefánsdóttir sem átti þetta smash. Og hún fer í uppgjöfina. Þetta var ágætis smash á Vilji, flott móttaki á Steinunni. Og þetta var blokk og niður. Það var langur aðdragandi á þessari
þessu smassi. Þannig er 21-10 fyrir Aftureldingu og Elína er komin í uppgjöf. Móttaka ekki alveg að skila sér. Þannig að ég hendur þar á Aftureldingakonun sem að setja nánast beint niður. Svona gjafastig, þannig að sýnist Emil vera að hann tekur leikhlé núna. Stöðunni 22-10 fyrir Aftureldingu. Og tekur leikhlé í stöðunni 22-10 fyrir Aftureldingu. Spurning hvað Emil hafði að segja við þær, en vilji. Og Afturelding gerir skiptingu út af leikmaður númer 11 Saga Fílustúra og einarkvöðu leikmaður númer 12 Þórey Sigurðardóttir. Og þetta var smass út. Hún setur hann nær honum ekki yfir, þannig að HK kom upp í hann rétt inn. 11-24 fyrir HK. Krissi tekur á móti sig og það er þá HK fær stigið. Elsa hefur nú gefið upp nokkrar uppgjafir í gegnum tíðina. Núna þá er Elsa Sæni, glæsilegar uppgjafir. Það er spurning hvað hausinn hangi í Aftureldingarstúlkum. 13-24 fyrir Aftureldingu. Flott móttaka hjá Vili og Hailey fær boltann og hún hamrar hann og skorar síðasta stigið fyrir Aftureldingu. Staðan er 2-0 í riðlum. Og leiðir yfir 2-0. Minningur á
þá komin í hreinu 2, nei 3 afsakið, 2-0 fyrir Aftureldingu. HK byrjar þetta svona eins og fyrstu hrunna, 1-0 fyrir HK. Matthildur í uppgjöf. Flott móttaka, flott uppspil, vel gert hjá Hjördís þarna. Þetta var ótrúlega, 3 í kringum boltann og enginn setti hendur á hann. Það er 2-0 fyrir HK. Móttakar skilja sér. Flott móttaka hjá Kristín með réttu stað. Og Mikael að næra ít honum í blokkinu og niður. Og Afturelding skora sitt fyrsta stig í 3. hreinu. Staðan 1-2 Mikael í uppgjöfinni. Matthildur í móttökunni. Flott vörn hana hjá Mikaelu. Æli næra. Nú kemur eitthvað hérna. Krissi á réttum stað. Já, glæsilega varnir hérna hjá báðum liðum. Krissi spilar upp, Mikael tók á móti og hún hamrar hann og blokkinn tekur þetta. Hjördís blokkar þennan bolta greinilega beint í gól. Það er orðið 3-1 fyrir HK. Og Hanna í uppgjöfinni. Og setur hann í netið. Það er 3 fyrir HK. Og Elina fer í uppgjöfina. Hvað var þetta? Þetta er endurtekið greinilega. Matthildur með uppgjör og Laufey nær að redda þessu. Góð tilraun. Þetta var erfið móttaka. Byrjunarliðin eru eins og í upphafi hinna 2 hrinanna. Fín uppgjör hjá Vili. Þetta spilar upp og Hjördís með bombu bara. Það er góða staðsetningar hjá stelpunum núna. Og Heili hamrar hann. Hún vill meina að það hafi verið touch fyrst en Strató segir strax út. Þannig að hann hefur væntanlega farið í antennuna og síðan niður. Fín uppgjör. Kemur Sahi. Aftur fer það í blokkinu og tilbaka. Og Laufey hamrar hann. Vilji tekur á móti. Slæm móttaka. Staðan 5-3 fyrir HK. Edda Björk í uppgjöfinni. Þetta var svona líkt að það væri úti en Sæmi slæma móttöku en svona var ákvæði svona í síðustu stundu að fara í hann. Staðan var 6-3 fyrir HK. Edda ennþá í uppgjöfinni. Kristín er þessum, flott móttaka og hún setur hann, ætlaði að setja greinlega í hornið en hann fer út fyrir hliðarlínu hjá Sari. Þannig að nú er það Afturelding sem skorar stigið fyrir HK. Síðustu hrinnu þá skoruðu HK stelpurnar ansi mörg stig fyrir Aftureldingu. Edda Björk ennþá í uppgjöfinni og nú fer hann út.
Þá kemur Fjóla inn í framlínu og hjá Aftureldingu, Sigdís er í uppgjöfina. Krissi fer út. Sigdís í uppgjöfinni og hann lekur yfir. Sigdís áfram í uppgjöfinni. Tveggja stiga munur núna 5-7. Flott móttaka hjá Matthildi og Sigga með miðjusmass. Þær eru að ná þessu. Klaufarlegt. Þau voru búin að verja svo vel. Og Emil tekur leikhlé. Í Mísóðsdeild kvenna og við erum að byrja að spila fyrirliða og þjálfaraliðana. Fyrirliði HK, fyrirliði nr. 2 Hjördís Eiríksdóttir og þjálfari Emil Gunnarsson. Fyrirliði Aftureldingar nr. 3 Helína Kostalóa og þjálfari Eduardo Herrero. Hún setur hann í netið. Það eru dýr mistök þegar reynurnar eru jafnar. Það reyndar alltaf dýr mistök held ég. Staðan var 10-9 fyrir Aftureldingu. Sæðarína komin í uppgjöfina. Hún setur hann rétt yfir netið. Glæsileg móttaka hjá Matthildi. Flott smass á Laufey í blokkinn og niður. Laufey í uppgjöfinni og
Krissi nær að brotast í boltan. Já, Mikaela nær honum og Hailey nær honum og Krissi setur honum gratis yfir. Flott móttaka. Vel gert hjá Eddu. Skellir honum bara í gólfið. Og staðan. Nú, býtu nú við, eitthvað var ég að missa þessu. Ég held að Edda hefði sett stíið. Það hefur kannski verið dæmt netið eitthvað sem ég hef mistað. Allavega afturhaldi kom með boltan. Glæsileg uppgjöf hjá Fjólu, bara alveg út við hliðarlínu. Matthildur hefði þetta að standa fyrir utan völlinn til að ná þessu. Já, Edda er náttúrulega afturlínan og hún hefur ekki mátt hoppa hana. Flott uppgjöf. Matthildur fær hann aftur og hamrar hann en blokkinn tók þetta. Blokkina fungera vel hjá Aftureldingu í dag. Komna þó nokkuð margar blokkir. Fjóla ennþá í uppgjöfinni staðan aftur, hún er 13-10 fyrir Aftureldingu. Flott uppgjöf, glæsileg móttaka hjá Hjördísi sem fær. Þetta var glæsileg sókn hjá HK. Flott smass, blokk út. Matthildur er þá komin í uppgjöfina. Ekki sé ég alveg hvað þetta er, eða út frá hverju. En Strakko spjaldar annarkot einhvern eða þjálfarinn eða liðið. Hvort einhver var að kvarta eða sagði eitthvað en HK fékk stigið og átti alltaf stigið. En Matthildur er ennþá í uppgjöfinni, staðan 11-13. Hún var hreinlega fyrir boltanum, hún var bara ekki nógu snögg í burtu. Gleymdi alveg að fylgjast með hvað bolti var að fara og hún var bara, hann var á leiðinni út og allir sleppt honum. Hún bara fékk hann í sig og HK stigið. Flott móttaka hjá Vilju, hún fær boltan aftur og hún hamrar hann. Og Matthildur nær þessu vel gert og Hjördís á þennan. Krissi nær þessu nær að spila sig. Og Hjördís fær þennan og þarna nær hennan enginn. Flott smass og flott spil. Blokkin ekki nógu samfærandi í Aftureldingu. Hjördís setur hann í blokkina og niður. Enginn fyrir aftan. Matthildur ennþá í uppgjöf, það er jafnt niðurstaðan 13-13. Fín uppgjöf, flott móttaka og Vilji hamrar hann og hann fer niður. Þetta var vel gert. Flott smass. Komin með 3 smassara í framlínuna hjá Aftureldingu. Mikaela komin í uppgjöf. Fín móttaka hjá Matthildi, aðeins og aftarlega. Hjördís smassar hann. Og Hailey fær hann aftur. Fínt spil og Hailey fær hann og hún hamrar hann. Steinuna réttur stað. Og þetta er enn ein blokk niður. Þær eru að ná að blokka Hjördísi svolítið vel og ná að stýra boltanum inn á svæði 2, þar sem enginn er. Ágætis móttaka hjá Matthildi. Flott vörn hjá Krissi og Vilji fær hann og flott vörn hjá Laufey líka. Kemur blokkina. Það ná að leysa úr þessu og þetta var skelfilegt uppspil en þarna næ Sigdís að vera undir.
Flott barátta í báðum liðum. HK nær síðasta í þessu stigi. Minkast munin í 1 stig, 14-15. Hanna er komin í uppgjöfina. Hún tekur sinn tíma og hann fer út. Afturlín komin í 16-14 og Velína komin í uppgjöf. Steinun kemur inn í afturlínuna hjá HK-stelpunum. Og þessi flýgur langt út. Það var Edda Björk komin í uppgjöf. Ágætis móttaka hjá Krissi og Heili fær hann og hún setur hann beint út. Hún vill fá touch. Strafko segir nei, ekki touch. Línudómarinn er dæmi ekki touch heldur. Fín uppgjöf, Sænar settur hann minna og Heili fær hann glæsilega vel til Eddu. Heili fær hann aftur og hamrar hann yfir. Edda nær að bjarga við fætinum en því miður ekki beint upp í loftið. Það er góð tilraun. Þetta er að Hörgur smæsja á henni. Og Sigdís komin í uppgjöfina hjá Aftureldingu, staðan 17-16. Fjóla komin inn í framlínuna. Fylgdu spil hjá henni og rullar yfir og Sigdís nær þessu. Og Sahi og Steinun á hárréttum stað. Edda nær þessu bolta og Laufey setur hann yfir. Mikaela nær þessu og Sigdís spilar upp. Eins og bara glæsilega varnir hérna. Vá. Það er glæsilega varnir báðum megin. Vilja með hennan og nú kemur Fjóla með hann og hún setur hann út. HK tekur þetta stig, því baráttu stig. Það er eins og fókusinn sé svolítið að detta út hjá Aftureldingarstúlkum. Hjördís í uppgjöfinni hjá HK. Vilji tekur á móti. Staðan er 17-17. Já, vel gert, hann á þessu. Það eru að hrífast um að uppspilara boltana. Hans Ari Fjórið. Bæði Fjóla og Krissi vildu spila upp. Og HK hafa komið yfir í leiknum. Hafa ekki verið yfir síðan í stöðunni 4-3 eða mjög snemma í þrínunni. Og leiða 18-17. Vel gert hjá Sahi, vel leist hjá henni, þetta var erfiður bolti. Vilji skoti niður, en það hver á að taka þetta? Sahi nær honum ekki yfir. Nú þarf Edda að taka leikhlé og hann gerir það. Það eru komna 19-17 yfir HK-stúlkur. Leikhlé í stöðunni 19-17 fyrir HK. Það er hörkulvakandi þarna HK-stúlkur. Verður nú að segjast en það er komin í uppgjöfina. Flott, perfekt upp. Enn einn flokkinn. Heili ennþá í uppgjöfinni. Og hún setur hann í netið. Þá fyrir því að þið heyrið í kynninum. Sigga sett hann í netið síðast, þannig að hún fær ekki annað séns. Maka og svo kemur Steinun inn.
sagði ég komin í uppgjöfina fyrir Aftureldingu. Þannig að nú eru þær orðnar jafnar. 20-20, þriðju hreinu. Flott móttaka hjá Hjördísi. Og Matthildur laumar honum yfir og Vilji nær á. HK tekur næsta stig líka og komna 22-20. Laufey í uppgjöfinni og enn einn ásinn. Og einn tekur annar leiklið. Staðan er 23-20 í hreinu 3. HK-stúlkur eru með yfirhöndina eins og er. Laufey er enn í uppgjöf, búin að gera 2 ásinn í röð. Þarna tek flott móttaka og Fjóla þær boltan og setur hann niður. Þetta minnkar muninni 2 stig, 21-23 og svo fer hún í uppgjöfina. Sigdís kemur í framlínu. Fín uppgjöf, ágætis móttaka og Hjördís var afturlínuna og hann liggur inn í þessi bolti á línunni. Þetta var flott stig hjá HK. Þetta var ekki fast en Aftureldingarstúlkur gerðu ráð fyrir að þessi myndi fara út. En hann lá á línunni, aldrei neitt maður það. Línudómarinn ákveðin í því. Matthildur komin í uppgjöfina hjá HK og getur skorað undir hinna hérna. Með einu stigi og nei, það er ekki höfna. Viljinn er að smassa þennan. Það með ekki við neinum mistökum núna Aftureldingarstúlkur því að þá er HK búið að vinna hrinuna. 22-24 fyrir HK. Mikaela í uppgjöfinni. Hún er örugg í uppgjöfunum, flott móttaka hjá Matthildu. Og þær vinna hrinuna. Þetta ætlar að fara eins og síðasta leikur, það fór 3-1. Þannig að Afturelding. Staðan er 2-1 fyrir Aftureldingu.
Bylgjan. Smá erfitt hana. Þannig að Laufey og Steini virðist hafa reikað í með hana.